frá Sjálfstæðisflokksins störf fyrir nemendur 8. bekkjar í Vinnuskóla Reykjavíkur og til máls tekur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nú þegar að sumarleyfi grunnskólana hefst munu 1354 nemendur í 8. bekk ekki eiga þess kost að fá vinnu hjá Vinnuskóla Reykjavíkur. Og því leggjum við sjálfstæðismenn til að úr því verði bætt og þessum nemendum boðin vinna eins og 9. og 10. bekkingum. Tillagan hljóðar svo með leyfi forseta. Lagt til að borgaryfirvöld endurskoði þá ákvörðun sína að veita ekki nemendum 8. bekkjar sumarstörf hjá Vinnuskóla Reykjavíkur og að þeim verði útveðið störf hjá skólanum strax í sumar. Þá jafnframt lagt til að hugað verði að meiri fjölbreytni og valmöguleikum í þeim störfum sem nemendum stendur til boða hjá skólanum. Forseti, það hefur verið meginhlutverk Vinnuskólans hingað til að bjóða nemendum efstu bekkja grunnskólans upp á sumarstörf. Störfin hafa verið í uppbyggilegu og hvetjandi starfsumhverfi, einkum við garðyrkju. Það er mikilvægt að þróa þetta starf og bjóða upp á meiri fjölbreytni til að koma til móts við þarfir og áhuga ungmenna á þessum aldri. Starfsstaðir Reykjavíkurborgar eru fjölmargir og víða má nýta krafta ungmennana svo sem á leikskólum við létt viðhald og málningarvinnu, í sumarfrístund og víðar. Vinnuskóli Reykjavíkur var stofnaður árið 1951 og hefur starfað óslitið síðan og hefur hróður hans borist víða og fulltrúar skólayfirvalda á Norðurlöndum hafa komið sérstaklega hingað til lands til að kynna sér starfsemi hans. Meira og minna frá upphafi hefur 13 til 15 ára úlingum gefist kostur á sumarstarfi hjá skólanum. En árið 2011 var svo hins vegar þrengt verulega að þessari starfsemi og hægt var að bjóða 8. bekkingum upp á sumarstörf á vegum skólans. Þannig að nú tekur Vinnuskólinn einungis við nemendum úr 9. og 10. bekk. Auk þess hefur vinnutímabili verið skert. Þetta er neikvæð þróun sem þarf að snúa við. Nær hefði verið að forgangsraða í þágu skólabarna og umhverfismála í stað þess að ráðast í kostnaðarsöm gæluverkefni sem hafa lítinn tilgang. Auk þess er það ljóst að Vinnuskólanum veitir ekki af liðsauka því víða er verk að vinna við þrif og umhirðu í borginni. Forseti, markmið Vinnuskólans hafa ekki breyst mikið í áranna rás. Unglingarnir öðlast víðsýni, fá þjálfun við verkleg störf og öðlast verkþekkingu sem er gott veganesti fyrir þá út í lífið. Aukið vægi og umfang Vinnuskólans myndi án efa skila sér margfaldlega í forvarnargildi og uppbyggileg sumarvinna fyrir unglingana hefur að auki margvíslegt uppeldislegt gildi. Því er brýnt að efla starfsemi Vinnuskólans á nýjan leik og sjá til þess að allir unglingar frá 8. bekk til 10. bekk eigi þess kost að fá sumarstörf hjá skólanum. Ég vona að ný borgarstjórn og nýr borgarstjórnarmeirihluti taki betur í þessa tillögu en sú borgarstjórn og sá borgarstjórnarmeirihluti sem satt hér síðasta kjörtímabil. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Næst ykkur til máls borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég verð nú að hryggja borgarfulltrúanum með því að ég held að þessi nýji meirihluti taki ekkert mikið betur í þessa tillögu heldur en fyrri meirihlutar. Engu að síður er margt mikilvægt í því sem að borgarfulltrúinn fór yfir í ræðu sinni hér áðan og ég held að það skipti mjög miklu máli að við skoðum aðeins starf Vinnuskólans og förum yfir það hvernig við getum þróað það betur og mætt betur þörfum unglinga og ungmenna í dag. Það hefur náttúrulega heilmargt breyst og nú er ég kannski að fara með ræður sem ég hef flutt alloft í þessum sal hér og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kann eiginlega jafn vel og ég. En það er svo sem allt í lagi að gera það og ég meina það er bara mikilvægt að við ræðum þetta reglulega og kannski mikilvægast að við förum að gera eitthvað í því. Það sem að mér finnst skipta mestu máli er að við förum núna allt of seint reyndar
en þó betra seint en aldrei í það að endurskoða vinnuskólann með tilliti til þeirra lagabreytinga sem áttu sér stað fyrir löngu síðan þegar að sjálfræðisaldurinn var færður úr 16 ára aldri í 18 ára aldur. Það var gert til þess að svolítið framlengja æskuna, til þess að börn mættu vera börn lengur og í rauninni taka af þeim svona þá ábyrgð sem að fólst í því að verða sjálfráða 16 ára. Reykjavíkurborg brást ekkert sérstaklega vel við því. Það voru í rauninni engar breytingar gerðar á starfsemi borgarinnar. Félagsmiðstöðvar voru áfram bara til 16 ára aldurs, áfram voru gjaldskrármiðaðar ýmsar, ekki allar, við 16 ára aldur og vinnuskólinn tók engum breytingum. Svo gerðist það í tíð fyrri meirihluta á síðasta kjörtímabili að sennilega vegna hagræðingar en þó örugglega einhverja annarra ástæðna líka var ákveðið að taka 8. bekkinn út úr vinnuskólanum. Ég talaði þá og mun halda áfram að tala fyrir því að 17 ára krakkar yrðu teknir inn frekar heldur en 8. bekkurinn og finnst ennþá mjög mikilvægt að við komum til móts við þá krakka vegna þess að það er sá hópur sem á kannski erfiðast uppdráttar á sumrin, enda er það hópur sem að sjálfræðisaldursins vegna er ekki hægt að treysta fyrir, við getum ekki talið á þau börn í frístundaheimilum eða í leikskólum, við getum ekki treyst þeim fyrir umönnun aldraðra eða sjúkra eða fatlaðra vegna þess að þau hafa ekki náð sjálfræðisaldrinum, en þau þurfa samt sem áður að hafa eitthvað fyrir stafni og best ef að þau geta fengið greitt fyrir það, enda eru þetta krakkar sem oft á tíðum þurfa að sjá fyrir sér að komin í menntaskóla og útgjöldin hafa aukist mjög mikið og eru mun meiri heldur en hjá krökkum sem eru í 8. bekkur og leiðin í grunnskóla haustið eftir. Þannig að mér finnst mikilvægara að við skoðum 17 ára krakkana, hvað við getum gert fyrir þau, en áfram ítreka ég það. Mér finnst mjög mikilvægt að við skoðum vinnuskólan og við skoðum einmitt hvernig við getum gert starf vinnuskólans fjölbreyttara, hvernig við getum tekið inn skóla- og frístundastarf, hvernig við getum tekið inn mögulega starf í þágu velferðar og starf á öðrum sviðum heldur en bara þeim sviðum sem að vinnuskólinn hefur boðið upp á fram til þessa. Ekki að það sé eitthvað verri störf heldur en þau sem ég er að nefna hér, en það skiptir máli. Ég meina, unglingar eru fjölbreyttir, þeir hafa fjölbreytta áhugamál og þeir hafa fjölbreytta hæfileika og það er best að við getum nýtt þau og þroskað með fjölbreyttari og svona, komið betur til móts við þau. Ég ger ekki ráð fyrir að við komum til með að samþykkja þessa tillögu hér, en vil taka fram að nýlega var skipaður atvinnumálahópur í borgarráði og mér var falið að leiða hann ásamt Áslaugu Friðriksdóttur og einhverjum fulltrúa meirihlutans og Þórgnýr Thoroddsen, já. Og við eigum ennþá, við erum bara að fara í það að funda, en okkar bíður dálítið starf og ég get nú alveg kannski bara gagnrýnt okkur fyrir það að hafa ekki sett þennan atvinnumálahóp á laggirnar fyrr. Það er eiginlega þannig í svona stóru batteríi eins og Reykjavíkurborg er og hjá stofnun sem hefur svona fjölþættu hlutverki að gegna að hér verður bara að vera atvinnumálahópur starfandi sem að fer aðeins yfir það með reglulegu millibili hvað við erum að gera bæði varðandi sumarstörf en ekki síður varðandi störf fyrir fatlað fólk og svo bara hvernig við ætlum að mæta sveiflum á vinnumarkaði og upp á hvað við erum að bjóða. Við erum jú einn stærsti vinnuveitandi landsins og stjórnvald sem að á að geta haft áhrif á það hvernig vinnumarkaðurinn er með einhverjum hætti. En þetta er nú svona það sem ég vildi segja. Við tökum ekkert sérstaklega vel í þessa tillögu en erum tilbúin til þess að fara í vinnu og ég vona að atvinnumálahópurinn verði öflugur núna og sennilega bara alveg fyrir næsta sumar verði komin einhver betri mynd á það hvernig við sjáum fyrir okkur að vinnuskólinn komi til með að koma betur til móts við þarfir unglinga og ungmenna í Reykjavík. Borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir hefur lokið máli sínu, þá veitir andsvar borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, það er ánægilegt að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir taki vel í það að auka fjölbreytileikann í vinnuskólanum. En hins vegar er ekki eins kátt með það að hún ætli ekki að taka vel í tillöguna í heild sinni. Það er að segja að veita þessum ungmennum vinnu í sumar. Vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt og eins og ég sagði áðan, það hefur forvarnargildi að börnin hafi eitthvað fyrir stafni þegar að skóla lýkur.
við getum ekki alveg gert ráð fyrir því að foreldrarnir sé endilega í frí á sama tíma og börnin þeirra. Kannski ekki nema bara hluta af þeirra fríi og þá eru þau oft í reiðuleysi. Mér finnst þetta með sjálfræðisaldurinn dálítið svona einkennilegt hvernig þú settir það svona einhvern veginn í samhengi við það að það þyrfti að skerða vinnu hjá 8. bekkingum, því að 13 ára krakkar, þeir halda bara áfram að vera 13 ára krakkar og 8. bekkingar halda bara áfram að vera 8. bekkingar þó að sjálfræðisaldur hækki og þeir hafa sínar þarfir og sínar langanir þrátt fyrir það. Ég bara ítreka það að ég hef, eins og Sóley sagði áðan, að þetta hefur oft verið rætt hér á vettvangi borgarstjórnar og þetta var rætt hér og ég flutti tillögu þetta á síðasta kjörtímabili en ég taldi nauðsyn þess að endurflytja þessa tillögu í ljósi þess að hér er nýtt fólk sem að ég batt kannski vonir við að hefði ný viðhorf og væri jákvæðara gagnvart þessu og hefði betri skilning á þessum málum. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir, þú lokið að veita andsvar, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir. Já, þá svarar andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vildi bara segja eitt að ég er alveg sammála því að auðvitað þurfum við að passa upp á unglingar hafa eitthvað fyrir stafni og líka 8. bekkingar. Ég held þó að við ættum frekar að reyna að koma til móts við þessa krakkana sem eru í 8. bekk með öflugu félagsstarfi heldur en vinnuskóla hefðbundnum. Ég myndi frekar vilja að vinnuskólinn færðist til eldri krakka og að við reyndum að efla sumarstarf félagsmiðstöðvanna fyrir 8. bekkinga. Það var svona smá vísir settur í gang með það. Það þarf að efla það enn frekar og mér finnst mjög mikilvægt að við skoðum það. Það vill nú svo skemmtilega til að ég og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir erum saman í stýrihópum mótun frístundastefnu ásamt Skúla Helgasyni borgarfulltrúa og þar gætum við til dæmis tekið aðeins á þessum málum, hvernig við getum mætt þörfum unglinga yfir sumartíman og þá kannski líka þeim sem eru í 7. og 7. bekk. Borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, varðandi þetta með sumarstörfin fyrir 8. bekkinga, að þá er það bara mjög mikilvægt að við sinnum þessum hópi og eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á að þá er að störfum starfshópur á vegum borgarinnar sem er að fjalla fjölbreytt frístundastarf fyrir alla aldurshópa, ekki bara þennan aldurshóp og varðandi störfin fyrir 17 ára, ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt að veita 17 ára unglingum störf, það má ekki misskilja það. En það má bara ekki bitna á því að við skerðum þessa vinnu fyrir 8. bekkinga. Og ég ítreka þá skoðun mína að ég hefði talið eðlilegra að við hefðum forgangsraðað í þágu skólabarna í stað þess að fara í einhver óskilgreind, að mörgu leyti óskilgreind gæluverkefni á vegum borgarinnar eins og að rífa aspir og alls konar götuföndur og færa til styttur sem að kostar heilmikla peninga. Það er nær að nýta þá í þetta. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir. Hún tekur til máls í fyrsta skipti hér í þessum sal og er hún boðin hjartanlega velkomin á vettvang borgarstjórnar. Takk fyrir. Forseti, virðulega borgarstjórn, gaman að mín fyrsta ræða skuli fjalla ungmennin. Ég er eiginlega hér komin til þess að afsaka það að fella þessa tillögu, að því í grunninn er ég sammála Mörtu að þegar maður er 13 eða 14 ára þá á maður ekki að sitja aðgerðalaus. Þegar maður er 13 eða 14 ára þá á maður að hafa eitthvað fyrir stafni. En ég get hins vegar auðveldlega fallist á þau rök að þetta sé eins og það er núna ómarkvisst starf og illa ígrundað og dýrt. En það er okkar hlutverk að nýta öll tækifæri, allar
glufur sem við finnum í tíma ungmennana til þess að hafa uppbyggjandi og góð áhrif. Þetta of verðmætur og mótandi tími í þeirra lífi að við getum leyft honum að leka. Það mín skoðun. Þetta á ekki að vera biðtími eins og mér finnst oft þessi úrræði sem við bjóðum upp á að vera eða einhvers konar brúabil á að ég týndi mér hérna. Þetta á að vera skemmtilegasti tíminn. Þetta á að vera skemmtilegasti tíminn í lífi þessara einstaklinga. Það ekki gaman að hanga, það kann að virðast spennandi í fyrstu en það finnst engum gaman að vera aðgerðalaus til lengdar. Og þeim mun meiri framtakssemi sem að temur sér þeim mun forvitnilegra verður lífið. En þau þurfa hvatningu frá okkur. Það sem ég myndi vilja sjá að öll börn frá 14 ára aldri og jafnvel yngri færi í náttúruskóla á sumrin. Það ekki greitt fyrir setuna, eins og gert núna, en krökkum kennt það sem vinnuskólinn átti kannski upphafi að kenna, vinnusiðfræði og virðing fyrir umhverfinu. Þeim yrði kennt að umgangast náttúruna, læra að lifa með náttúrunni. Þau gætu lært fjallamennsku, siglingar, landafræði, fuglafræði og svo framvegis. Það sem fengist með þessu ekki bara ungt fólk sem ber virðingu fyrir náttúrunni og finnur til auðmýktar gagnvart henni, heldur við líka að svara eftirspurn ferðamannaiðnaðarins eftir fólki. Það mannekla í ferðamannaiðnaðinum og þarna værum við að búa til krafta sem nýtast í framtíðinu og kannski forða einmitt úlingum frá alls konar félagslegum drullupittum sem mæta þeim á þessum aldri. Þarna værum við að virkja mannauðinn og leið skapa bjarta framtíð með fólki sem ber virðingu fyrir umhverfi sínu. Og þetta ættu kannski frístundaheiminn líka tileinka sér eins og Sóley kom inn á, borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á. Að þannig gætum við, þetta ættu frístundaheiminn tileinka sér, náttúrufræði, gróðursetningar, moltugerð, endurvinnsla. Við eigum ekki að búa til geymslustaði fyrir börn og unglinga, við eigum alltaf að segja við ungt fólk og senda þau skilaboð, núna mikilvægur og skemmtilegur tími í þínu lífi, nýtt hann til góðs og njóttans og hérna eru verkfærin. Borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, vill hún ekki bara fá að taka til máls? Já. Var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon að biðja orðið líka? Nei. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Ilmi Kristjánsdóttur fyrir hennar ræðu. Ég gat ekki betur séð að hún væri mér sammála í flestu og tala mikilvægi þess að börn hefði eitthvað fyrir stafni og að þessi vinna á sumrin út í guðsgrænni náttúrunni eins og vinnuskólinn hefur boðið upp á störf í garðyrkju, að börn hafi gott af slíkri vinnu og þannig gætu við virkja mannauðinn og undirbúið þau fyrir framtíðina. Þannig að ég skil eiginlega ekki af hverju hún getur þá ekki samþykkt tillögu mína. Ég held kannski í raun og veru að þessi hluti kannski af einhvers konar gamaldags pólitík að hún ætlar að flikka sér á bak við þann meirihluta sem að hún situr í og fella tillöguna gegn betri vitund og það leitt til þess að vita. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, virðulega borgarstjórn. Já, ég sammálaður í grundvallaratriðum. Mér finnst þetta bara svolítið seint að grípa til þess aðgerða núna. Það sem mín tillaga að við tökum þetta mál mjög
föstum tökum og að ári á næsta sumar þá getum við boðið upp á starf sem að bara aðeins að því að vinnuskólinn þó að hann hafi, þá skilar hann ekki þessum árangur sem ég var að tala eða ég get ekki séð það. Og já, mér finnst það bara, þess vegna felli ég tillöguna núna. Takk fyrir bless. Ilmur Kristjánsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar, svara andsvari, veita andsvar. Og þá andsvarum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að það sé mikilvægt að við tökum svona kjarnan í þessari tillögu alvarlega. Það að segja að það þörf á því að við tökum starfsemi Vinnuskóla Reykjavíkur til ákveðinnar endurskoðunar. Við þurfum að rýna bæði þjónustuna við einstaka árganga, hvort sem að það eru 13–14 ára börn eða þau sem eru orðin 17 ára og skoða það einmitt í samhengi við þá þjónustu sem við erum að veita í frístundastarfinu. Og það eru 2 hópar sem hafa verið nefndir til sögunar sem eru að störfum, annars vegar starfshópurinn atvinnumálin og hins vegar stefnumótunarhópurinn frístundina og við þurfum að fara vel og heildstætt yfir þessi mál. Það er þess vegna sem að þessi tillaga eins og hún borin fram, hún ekki tæk til samþykktar eins og borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir kom inn á því að það komin hér 2. júní og sumarið hafið og við þurfum einfaldlega að vega og meta og fara heiðarlega í gegnum það hver eðlileg forgangsröðun í þessum efnum, ekki síst við aðstæður eins og núna eru í fjármálum borgarinnar þegar að ljóst að við þurfum að standa mjög vel að rekstrinum, hagræða eins og kostur og hafa mjög mikið aðhald í rekstri. Það eina heiðarlega viðbragðið á þessum tímamótum að við höfum ekki efni á því að gera allt fyrir alla og við þær aðstæður þurfum við að forgangsraða skýrt og vera mjög skýr á því hverju viljum við að Vinnuskóli Reykjavíkur skili og það sú vinna sem maður kannski dálítið eftir að vinna en ég legg til að við sameinumst að sú vinna fari fram í haust og allt sé tilbúið þá fyrir næsta sumar. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mér leist vel á þessa tillögu og vil hvetja borgarfulltrúa meirihlutans til að styðja hana. Ég held að ástandið í borginni sýni að það þörf fyrir fleiri vinnufúsar hendur en eru núna að störfum til þess að snyrta til og hreinsa hér í borginni. Ég held að þessi hugmyndir náttúruskólanna eru að sjálfsögðu vel meint en ég held að börnin sem unglingarnir sem eru í 8. bekk, ég held að þið hafa fengið runni nóg af skólanum á þessu stigi málsins. Þau vilji frekar fara í vinnu yfir sumari sem skilar þeim einhverjum tekjum og ég skildi ekki alveg þess að hafa sagt að vinnuskólinn skilaði ekki þeim árangri einhvern veginn sem ætlast mætti til á honum. Ég held að vinnuskólinn hafi gegnum tíðina skilað mjög miklum árangri í borginni og ég veit að hér áður fyrir var það þannig að þegar hann var sem öflugastur þá var ákveðin tossalisti sem vinnuskólanemendur fór í að klára og þeir kláruðu þann lista yfirleitt sumarið þannig að síðustu vikur vinnuskólans þá þurfti jafnvel að finna eitthvað fyrir þá að gera sem tókst nú held ég samt alltaf en mér sagt að mörg undanfarin ár þá ef maður lítur á þennan gamla lista þá sé langt í frá að hann klárist. Það sé kannski afkvöldið séu kannski bara þriðungur eða helmingur á með það sem var áður. Þannig að þessi tillaga er mjög þörf og hún myndi koma miklu gagni til að hreinsa betur til í borgin okkar sem ekki vanþörf á. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs þetta mál og umræðu lokið. Borgarfulltrúar boða hér bókanir eðli málsins samkvæmt og við göngum til atkvæða þessa tillögu þar sem samþykkja tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins
Þeir sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Og hér eru boðar bókanir, eins og þau sagði. Við göngum til